Já, góðan dag, kæru gestir og verið velkomin á þennan hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Í fyrstu viku á aðventu, ræðumaður dagsins Davíð Ólafsson, doktor í sagnfræði og lektor í menningarfræðum við Háskóla Íslands. Ég ætla nú að byrja að biðjast afsökunar á þessari stuttu töf vegna, eins og við tókuð eftir, smá tæknileg vandamál hérna hjá okkur við púltið. Nú, Davíð kemur hingað í dag sem þátttakandi í öndvegisverkefninu Heimsins hnoss, en fyrir mánuðinum opnaði Þjóðminjasafnið sýningu byggða á því rannsóknarverkefni hér í Bogasalnum fyrir ofan okkur. Davíð var virkur meðlimur í verkefninu allt frá fyrstu hugmyndavinnu fyrir einhverjum 7 til 8 árum og tók beinan þátt í umsókninni að Rannís auk þess svo að sinna rannsóknum innan ramma verkefnisins. Og hann hefur undanfarin ár skapa sér sess sem einn af okkar helstu fræðumönnum á sviði sögu læsis og sjálfsritunar og verið virkur í birtingum bæði hérlendis og erlendis og má þar nefna bækurnar Minor Knowledge and Microhistory, bók sem hann ritaði ásamt Sigurði Gylfa Magnússyni og kom út árið 2019 hjá Routledge forlaginu og svo í fyrra kom út bókin Frá degi til dags, dagbækur, almanök, veðurdagbækur 1720 til 1920 og hún var hluti af sýnisbókar eða ritröðinni sýnisbækur íslenskrar alþýðumenningar. Nú innan rannsóknarverkefnisins Heimsins hnoss hefur Davíð stundað rannsóknir á þessu sviði, það að segja velt fyrir sér bókaeign landsmanna og ritun og hvernig þessi þættir birtast okkur í uppskriftum dánarbúa. Í dag ætlar hann einmitt að taka smá tvist á þessar pælingar og fjalla efnismenningu lesturs og ritunar í sem víðustu ljósi, hvaða efnislegu hlutir tilheyrðu bóklegri iðkun á 19. öld. Nú þetta annar fyrirlesturinn í röð nokkura sem fræðafólk og þáttakendur í rannsóknarverkefninu Heimsins hnoss munu halda. Már Jónsson var hérna, hann startaði þessu fyrir 2 vikum og fyrirlestur hans má finna á YouTube streymi Þjóðminjasafnsins sem og svo þennan fyrirlestur sem við streymum beint út eins og alla aðra fyrirlestra í röð safnsins. Nú henni, það að segja þessari fyrirlestraröð, lýkur með þessum fyrirlestri á þessu ári en hefst aftur eftir áramót, nánar tiltekið þann 17. janúar með fyrirlestri Guðmundar Stefáns Sigurðssonar fornleifafræðings í tengslum við járngerðasýninguna sem hérna uppi í horninu. En ég læt þetta duga og bið Davíð að stíga í pontu og minnu þetta á að loknum fyrirlestri þá munum við opna hérna fyrir spurningar. Takk hérlega. Takk fyrir þetta, Kristján, og gott að segja okkur. Velkomin. Já, ég ætla kannski bara að byrja á því að vekja athygli á þessari mynd sem hérna á forsíðunni og þetta svona sá punktur sem ég svona hef þessa ferð á, það að segja bæði rannsóknarvinnan í verkefninu og spjallið í dag. Þetta eru handrit, varðveitt í handritasafni Landsbókasafns, hérna hinum megin við Suðurgötuna. Þetta safn eins manns, þar sem hann skrifaði bæði fyrir sjálfan sig og aðra, minnst að þessu frumsamið eitthvað þó, en mikið uppskriftir af öllum fjáranum. Þetta eins og þið sjáið ansi mikið af pappír og á þessum pappír ansi mikið af bleki. Og það sem ég fór svolítið að velta fyrir mér bæði þessu verkefni og síðan svona í kannski svona þegar fór að draga nær lokum þess, það var svona sem sagt umgjörð þess að lesa og skrifa í gamla bændasamfélagi. Og eitt af því sem maður kemur mjög svona, held ég skýrt fram í mjög mörgum rannsóknum á efnismenningu það að hlutir rétt eins og textar og rétt eins og fólk eru ekki til í tómarúmi, heldur tengjast þeir
bæði fólki og öðrum hlutum og hafa áhrif á aðra hluti. Það er að segja, það eru engin handrit ef það er ekki til penni og blek. Til þess að geta skrifað þá þarftu að hafa einhvers konar birtu, þú þarft að hafa mögulega einhvers konar hislur undir bækurnar eða handritin og svo framvegis. Þannig að þetta er svona pínu þar sem ég ætla svona að velta vöngum svona frekar óformlega yfir í dag og vonandi verður þetta einhvers konar veganisti í framtíðar rannsóknir hjá mér á þessu sviði. Og eins og ég segi, það fyrsta sem maður kannski hugsar þegar maður hugsar handritamenningu og handrita uppskriftir geta verið bréfaskriftir, geta verið dagbækur, geta líka verið afritun á Íslendingasögum og ýmislegt annað. Það er blekið og kannski pappírinn. Þetta er svona kannski tvær svona frumforsendurnar fyrir þessu. Og blek kemur náttúrulega líka við sögu í prentuðu bókum, það er að segja að það er á svona öðru formi, á svona stærri skala, það er verið að bera blek á blokkir sem hafa prentað eftir og svo framvegis, þannig að blek er bæði forsenda prentaðs efnis og handritaðs efnis. Og blek á Íslandi á 19. öld og öldunum fram að því var eiginlega bæði heimafengið eða heimagert og aðkeypt. Og hér er þessi lýsing þeirra Eggerts og Bjarna úr ferðabókinni frá miðri 18. öld, þar sem er verið að lýsa því hvernig blek var búið til úr jurtum og öðru því sem var handhægt til að búa til blek. Og ég held að sérfræðingar á þessu sviði geti staðhæft að svona blek er oft mjög endingargott og miðað við kannski 20. aldar bírópenna sem hverfur kannski á einhverjum áratugum, þá er þetta efni sem binst vel bæði við skinn og við pappír og endist bara úr og viti. Jónasson frá Hrafnagili skrifaði í upphafi 20. aldar við merkarit Íslenski þjóðhættir og þar tekur hann upp svona þessa lýsingu og endursegir þessa lýsingu Eggerts og Bjarna, en bætir síðan við menn bjuggu líka til blek úr sóti, sótblek, tóku svartgljáa sót og listuð upp í vatni. Kálfsblóð ástanda þarna var líka notað, en það vildi úldna og geymdist illa. Líka munu menn hafa fengið blek í búðum og það er svona í kannski svona lýsingum á bæði þjóðháttum og svona ég vil segja ritmenningu 19. aldar og tala mikið fyrri aldir, þá er kannski meira áhersla á þetta heimatilbúna blek. En ef maður skoðar gögn sem eru til dæmis í skýrslum landshagi á Íslandi frá síðasta fjórðungi 19. aldar, þá má sjá innflutning á bleki. Ég er svona ekki það svona komið djúpt í þetta, ég átti mig einhvern veginn á því hvort þetta sé mikið eða lítið, því síður hvað potturinn er stór, en þarna erum við með tölur bæði frá 1864 og 65 og síðan 1871 og 72 og þarna sjáum við svona ákveðnar sveiflur á milli ára, mögulega eins og við sjáum 1864 var keypt svona kannski ríflega inn, flutt ríflega inn fyrra árið og þá minna seinna árið, það er svo sem ekki víst, en þetta er svona samhengi sem maður getur alveg ímyndað sér. Og þetta er kannski eitthvað sem að
mér langar að skoða svolítið betur í framtíðinni, þar að segja hvort það sé hægt að greina þennan innflutning nánar niður í einstakar hafnir eða verslanir, umdæmi og svoleiðis og jafnvel hvort það tengist, hvaða þessu tengist prentsmiðjum og hverjir að selja þá í smásölu innflutt blek. Næst kom pennarnir og þegar það talað penna á 19. öld þá yfirleitt talað þar að segja oddana, pennaoddana, stálpennar sem voru síðan settir á pennasköft og eins og ég hef skilið þetta þá entust þeir gjarnan kannski skemur, oddarnir heldur en sköftin, þeir voru þá annarkvort endurnýjaðir eða reynt að brýna það upp eða herða þá í eldi og aftur sjáum við þetta í verslunargögnum. Hér sjáum við bæði stálpennar hérna í neðstu línunum beggja megin, talið í tiltum, 1092 tilti sem ég finnst hljóma bara ansi mikið, 1864, og svo líka í þriðju línu ofan ritblý. Þannig að við erum með svona tegundir af skriffærum og þetta svona passar ágætlega við þessa hugmynd að 19. öldin og sérstaklega seinni hluti 19. aldar hafi verið svona svolítið gullöld svona ritmenningar og skrifmenningar á Íslandi. Það er að segja að það verður svona ákveðin sprenging, fólk fer að skrifa meira, fólk fer að skrifa sendibréf, fólk fer að skrifa dagbækur og fólk fer fólk heldur áfram að fjölfalda bækur þrátt fyrir auki framboð á prentuðu efni. Þannig að verður svona millibilsástand kannski þar sem að fleiri eru farnir að geta skrifað, að kunna skrifa, en það er ekki orðin kannski bylting í framboði á prentuðu efni. Svo það pappírinn. Jónas frá Hrafnagili aftur segir pappír til ritunar fengum inn í kaupmönnum en hafa bæði dýr og oft illt að fá hann. Þannig hann aftur með þetta svona þetta til hjá kaupmönnum en líka ekki sko. Og hvar fengum við pappír þá? Getur maður spurt. Og það sem ég hef svolítið verið að skoða er hérna í gegnum Sighvat Grímsson Borgfirðing sem átti þessa hrúgu á fyrstu glærunni, að það er þetta sem annars vegar að kaupa beint af kaupmanninum sem hann gerði eitthvað af en ekki mjög mikið og síðan það að hann fékk pappír í hendur hjá þeim sem að fengu hann til að skrifa upp efni. Þannig að sá sem að keypti þjónustuna af honum skaffaði bæði pappír, mögulega penna og mögulega blek líka, en allavega pappír. Og þetta virðist mér svona svolítið greinilegt í því sem ég hef skoðað. Hérna sjáum við aftur flutningstölur pappír og þarna var ég að skoða sérstaklega Strandasýslu af því að ég var að rannsaka Sighvat sem býr þarna á þessum árum, kringum 1870. Og þetta annars vegar eru tölur bara Strandasýslu í heild og hins vegar skipt niður á verslunarstaði sem voru 3 á þessum tíma og þarna sjáum við þetta kemur sem sagt tilgreint í bókum sem ákveðin eining og svo sjáum við blaðsíðutalið þarna ærminn. Þarna allavega sjáum við það að þetta ekki, ef við hugsum hina tölurnar sem voru á landsvísu með blekið og pennana, að þarna erum við að horfa á tiltölulega svona strjálbýlt, fátækt sveitasamfélag norður á Ströndum og það allavega þó þetta, það verið að flytja þetta 18 til
til rúmlega 50.000 blaðsíður inn árlega. Þannig að eitthvað er verið að gera við þetta. Það er ekki prentsmíðað þarna í héraði, það eru einhverjir embættismenn sem eru að sinni vinnu á pappír og verkefnum í alls konar bókhaldi og skráningum og embættisskjölum og þess háttar. En allavega mín sem sagt tesa er sú að þetta fari mikið í þessa ritmenningu, þessa hversdagslegu, alþýðlegu ritmenningu sem felst í því að skrifa upp kvæði, skrifa upp rímur, skrifa upp fornsögur og svo framvegis. Hérna eru örfá dæmi bara úr dagbók Sighvats Borgfirðings, þar sem hann lýsir ferðum sínum eða aðföngum með pappír og þetta er ekki mjög mikið miðað við hvað hann hefur umleikis sem skrifari. Þetta eru mjög fá skipti sem hann nefnir beinlínis að hann hafi keypt sér pappír eða fengið pappír annars staðar frá. Og svona miðað við hvað hann er að skrifa mikið og hvað er hann að skrifa fyrir marga, að þá einhvern veginn gengi að því vísu að þeir, og ég segi þeir af því þetta eru í langflestum tilvikum karlmenn og sérstaklega með stærri verkefni, þetta er í langflestum tilvikum svona betri bændur eða stöndugri bændur, þannig að ég svona geng út frá því að þeir hafi geta farið til kaupmannsins, keypt pappír í bunkum, örkum, bókum og látið hann fá þegar þeir báðu hann að skrifaðu fyrir mig Gyðingasögu Flavíusar í 3 þykkum bindum. Þannig að það er allavega svona túlkun mín á þessu. Komum við þá að birtunni. Þetta er mjög þekkt málverk af íslenskri kvöldvöku og það sem er náttúrulega svolítið sláandi við þessa mynd er hvað hún er dimm og hvað týran er lítil og þar við hliðina á er svona endurgerð af baðstofu og þar sjáum við aftur bara mjög lítinn glugga, sjáum alveg heila þekju, þannig að það er ekki mikið ljós. Og hvað gerði fólk þá? Jú, það var með náttúrulega þessa lampa og eins og við sjáum hérna þá er sem sagt bara úttekin myndin af húsbóndanum að lesa við týruna og þetta voru þessi lýsislampar sem ég held að vera langalgengastir. Eitthvað voru með kerti, svo koma síðan olíulampar seinna og leysa þetta af hólmi. En týran er náttúrulega mjög lítil og þannig að það er ekki verið að lýsa upp stofuna sem heild. Þetta er svona einhvern miðar að, þetta er svona einstaklingsiðja að lesa, þó það sé hópiðja þar að segja fólk er að hlusta en hann er að lesa. Hann nýtur ljóssins einn og það er fræg grein eftir Gísla Ágúst Gunnlaugsson, ljóslestur og félagslegt taumhald, sem er oft vitnað í sem er svona félagssöguleg greining á því svona, félagslega taumhaldi sem fólst í því að stjórna ljósinu. Hver réði því, hvenær var kveikt, hversu lengi var kveikt og svo framvegis. Og náttúrulega bæði skammdegið og þessi dimmu húsakynni gera það verkum að þetta er mjög þetta eru takmörkuð gæði, getum við sagt. Með skrifarna þá sér maður kannski fyrir sér líka svona einstaklingsiðjur raunveru, það er bara verið að skrifa við einhverja svona týru, allavega svona framöndir svona 1880, 70-80, getur við sagt. Þetta fannst mér svolítið áhugavert hjá Jónasi, að því að við ekki séð þetta áður,
það var þessi lýsing á sem sagt glerkúlu sem þá virkar svona þessi ljósahjálmur, svona endurvarpa ljósinu og stækka ljósið. Og þetta eitthvað sem mér skilst að sé ekki til dæmis á safninu hérna, þjóðminjasafninu. Og ég held að það sé svolítið óljóst hvað þetta Svo datt þessi skemmtilega mynd inn í fangið á mér núna fyrir nokkrum vikum. Þetta af Facebook síðu Landsbókasafns, handritadeildar eða safns. Og þetta sem sagt, þið sjá þetta er sem sagt far af glerugum sem hefur þrykst inn í þessa bók. Mögulega hefur einhver gleymt þeim eða týnt þeim þarna. Og þetta svona kannski eitt af því sem maður þetta svona viðbóta einhvern veginn við þetta, hvaða efnismenning fylgir því að skrifa og lesa. Annað dæmi er einhver svona reglustika eða eitthvað svona til að strika. Sjáðu þessum myndum, það eru rammar, það eru lóðréttar línur hérna og dálkur. Þannig að þetta svona eitt af því sem menn höfðu fyrir við höndina. Ég fór aðeins á þessum bókahillur líka. Ég var undirbúið eina sem ég rakst á í sarpi var þessi mynd og það var texti sem benti á að hvítaröndin hérna yfir hausamótunum á manninu væri mögulega bókahilla eða líklega bókahilla. Og þá þetta svona kannski eitt svona allavega elsta dæmi sem ég sá í þeim gagnagrunni. Bókahillur voru held ég mjög lítið þekkt fyrirbæri. Hérna sjáum við á hægri hönd frá mér séð reikninga bókmenntafélagsins frá svona miðri 19. öld og þá þetta komið inn í þær kreðsur, svona inn í svona lærð félög eins og bókmenntafélagið. Hin klippan auglýsing frá upphafi 20. aldar og þá þetta orðið svona hluti af nútímavæðingu svona heimila. Það er að segja, það eru eins og rakspeglar, þá eru bókahillur komnar á heimilin eða allavega komin á markastorgið. Og hvað gerir fólk þá, ef það var ekki með hillur? Sem átti kannski stafla af kannski 50 bækur eða 50 handrit eða hvað. Og þá held ég að kistur hafi verið algengastar. Og það töluvert af kistum, náttúrulega varðveitt í þjóðminjasafni ýmsu tagi. Þessi kista hérna nærst mér sem klædd með selskinni eða var allavega upp í handritadeild Landsbókasafns og bókakista Gísla Konráðssonar, líklega þá úr Flatey. Mikið koffort og hann náttúrulega átti gríðarlegt magn handrita og prentara bóka. Þarna smá klausa úr dánarbúsgögnum, þar sem verið að tala þennan bónda Guðmund Ólafsson sem að veiktist og lést á Hellu 1861 og hann átti sem sagt 2 góða kistur, 1 koffort, ýmsum hlutum, ýmsum bókum, allt með járnum og á Drangsnesi átti hann líka kistil með bókum og fleira og járnum. Þannig að þetta er svona hluti af þessari sömu mynd. Svo er það hvað fólk hafði fyrir framan sig þegar það var að skrifa. Þetta eru 2 dæmi um svona skrifpúlt sem eru svona bæði einhvern veginn hirslur og svona plötur til að skrifa á, til að hafa undir bókunum. Og já, þetta er ekki stórt og þetta er svona kannski forveri náttúrulega skrifborða og stóla, þannig að fólk satt í fleti sínu, annarkvort uppi dogg eða bara með
svona og það var svona þetta kannski algengasta einkarými fólks á 19. öld var raunveru rúmið og fletið og þar var hægt að bæði lesa og skrifa og ef að þannig stóð á hjá fólki. Bara ég ætla að hlaupa bara hratt yfir nokkrar glærur. Þetta er úr bók, ferðabók eða ferðadagbók sem Friðþjóf Nansen skrifaði þegar hann kom í Dýrafjörð árið 1900 og fór þar og heimsótti Sighvat Borgfirðing og kannski ein ástæðan var svo að hann var nágranni norska hvalveiði mannsins Laurits Berg og hann lýsir svona þessum aðstæðum sem hann býr við og þetta er svona svolítið í anda kannski svona landkönnuða aldamótanna. Þetta er svona frumstæðar slóðir á norðurslóðum og hann rekur náttúrulega í svolítið rogastans að koma inn í þennan þrönga bæ og það fyrsta sem hann sér þegar hann getur ekki eins og staðið uppréttur eru bækur upp alla veggi og hann er mjög svona upptekinn af þessum manni, þessum skrifara og þessum skáldi og hann er svona svolítið horfir á áhöldin, hann er svona í þessum efnismenningar pælingum, hann er að hugsa pennan og blekið og brettið í kjöltu sér sem hann nota, hann situr þannig við og kofinn eða torfbærinn var sem sagt bæði leikur og væntanlega kaldur líka, allavega leikur og segir þetta óþekkt, já, torfþætti var svo lekt að þegar rigndi varð hann að bógra sig yfir handritið svo að drypi ekki niður á pappír heldur á bakið í staðinn og þannig er svona hin efnislega umgjörð hans ritstarfa mjög svona sett fram á svona mjög myndrænan og dramatískan hátt. Og síðan dró hann fram handrit sín, 6 risastór bindi presta á Íslandi, falleg og þétt skrifuð og svo komu fleiri bindi með viðaukum, segir hann. Og þetta sem hann vísar í þarna er sem sagt, kannski það sem getur sagt höfuðrit Sighvats Borgfirðings, sjáum hérna, hann stækkaði töluvert eftir að Nansen var á ferðinni og í þessum stóru bindum á annan tug, vel annan tug, æviskrár allra presta á Íslandi frá kristni tögu fram á 20. öld og kannski í þessu verki svona koma saman kannski þessar andstæður, svona þessi efnislega umgjörð og efnahagslega umgjörð að einhverju leyti og síðan svona afurðirnar og eitt kannski sem að hefur ekki komið fram hérna, það er svona spurningum sko bókband og þá vinnu og þau tæki og þau tól og þetta er allt seinni tíma band á þessum bókum en já, ég held að svona væri þetta halda því fram með svona góðum vilja að allir þessi hlutir sem ég hef svona reifað hafi komið að tilurð þessara binda sem við sjáum hér. Þá bara þakka ég fyrir. Gott hljóð.
Já, við þökkum Davíð fyrir og ég opna núna fyrir umræður. Ég mun ganga hér á milli með mikrofón í hönd og biðja ykkur að geta nafns þegar þið berið fram spurningar ykkar fyrir þá sem sitja hinum megin við tölvuskjáin og fylgjast með okkur á streymi eða munu vilja fylgjast með þessu síðar meir á YouTube vef safnsins. En endilega látum bara vita og ég geng til fyrstu spurningar. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að gera athugasemd þetta með pottinn, þeir voru ekkert mjög stórir, þetta var mælieining, lítri, cirka. Já, ég var bara að minna að ég var ekki búin að átta mig á því hvers konar mælingar þetta var. Þannig að ég þess vegna hafði ég ekki, sá ég ekki fyrir mig alveg hvað þetta var mikið magn, en þetta já, bara rétt eins og bækur eru ákveðin, bækur pappirs eru ákveðin mæling. Já, sko, ég þekki svona sæmilega til þessu verkefnis. Ég hef ekkert lagt mig eftir í að skoða hvernig málum háttað á 19. öld. En ég hafi svolítið ímyndað mér að þetta væri orðið svona meiri einhvern veginn fjöldaframleiðsla, minna handverk, pappirsframleiðsla og kannski minna vatnsmerki. Þetta svona svolítið ágiskun hjá mér, þannig ég veit ekki alveg hvort þetta sé, þetta náttúrulega stór merkilegt að sé þetta rekja fótspor pappirs bara aftur í verksmiðjuna, sko. Og mjög áhugavert. En já, ég held að sé mjög mikið af gögnum sem hægt að rýna í, sérstaklega í Þjóðskjalasafninu kannski, einmitt þessi svona verslunargögn og annað innflutning sem að hjálpa manni að draga upp svona bæði svona heildarinnflutning og líka svona einmitt dreifingu bara milli landshluta, einhverjar ákveðnar hafnir og mögulega bara líka gögn bara hver kaupir hvað og svona tefla þessu saman bæði svona mikró og makró sín á þessi viðskipti. Já, ég ætla að teygja mig hérna yfir í mikrofónin. Þessi nýjustu tækni og vísindi þau eru óhlaðin og þar af leiðandi virka ekki. En það eru 2 spurningar hérna í loftinu. Já, takk. Þetta Davíð, það er svona kannski tvennt sem langar að spyrja það hefur einhver hugmynd að þau nefnir pennátana og hefur einhver hugmynd svona hvenær kannski það verða umskipti bara frá því að fólk almennt að nota eins og ennþá fjarpenna þegar þú ykkur á sem þú 20 hálfgeðast að fólki það enn að tala táta ofta, þannig að það vera með
Já, einmitt, sko, þetta með stálpennuna, þetta er örugglega einhver skil sem að verða kannski þarna 1860-70, sko. Það er allavega ákveðin vísbending að elstu færslunar, þar sem orðið stálpennar kemur fyrir á tímarit.is, eru akkurat þessar verslunarskýrslur. Þannig að það er allavega ekki verið að fjalla beint það undir því orði allavega. Og Gísli Konráðsson, hann skrifaði held ég alla, þetta er 1870 held ég, hann skrifaði alla tíð með fjaðurpenna. En svo menn líka, hún nefnir hann að tálka, sko, svo menn náttúrulega líka að skerpa, sem sagt held ég stálpennuna, oddana. Þannig að það getur einhverju leyti svona verið málum blandið í svona heimildum, hvernig orðalagið nákvæmlega að skerpa, að tálka væntanlega fjöður, en ef það væri svona skerpa, brýna, eitthvað þá getið mögulega verið annað. Með hitt þetta er raun og veru, þannig að alltaf þessi breidd bara í samfélaginu og þetta er örugglega inn í svona embættismannastéttir og svona kannski, ég veit ekki, 1830 til 1850 eitthvað svoleiðis. Og svo getur fólk bara sittið með fjöl í kjöltu sér alveg fram á 20. öld, sko, eftir efnum og aðstæðum, sko. Þannig að það er svona, þetta væri mjög áhugavert og bara líka hugsað í samhengi við svona híbýlafræði og svona hvernig heimili eru búin. Þar væri alveg möguleikar á að svona, já, skoða þetta, en ég held að sé örugglega mjög mikil svona nývæðing heimila kannski 1870 til 1900, þar sem maður sér bara eins og í þessum bara þegar ég var að leita að blekinu og stálótunum, þá sá maður einmitt kaffibolla og alls konar svona hluti sem eru svona detta inn á sama tíma kannski. Þetta er mjög góð spurning. Sighvatur var náttúrulega bara svona alþýðumaður og fátækur og allt það. Hann gæti hafa gert það sjálfur. Hann gæti líka hafa mögulega fengið blek, bara aðkeypt blek frá þessum betri bændum. Það kemur alls ekki á óvart ef Ragnhildur konuna hefði soðið blek í potti. Það verður ekki alveg úr karakter hefði hann beðið hann að gera það og mjög góð ábending einmitt sko, svona falin atbeina í þessari framleiðslu, sko, því maður svona fer einmitt að horfa á skrifarann og svona einhverja nafnkennda kalla, sko, svo stundum einmitt svona gæti alveg verið falin kona á bak við nákvæmlega þennan þátt. Og ég meina, hún hélt, held ég, sko, heimilinu mörguleiti gangandi, sko, svona búskaparlega séð, sko, þar sem hún bara á kafi í það að skrifa og flandra á milli bæja.
skilið það þurftu Íslendingar kannski að búa til annað blek af því það var mismunandi gæði í pappinu sem var flutt inn upp á að vera endingagóm. Það var eitthvað að kanna það. Nei, í raun og veru ekki sko. En maður sér það hins vegar mjög fljótlega þegar maður fer að skoða svona uppskriftir og handritamenningu að það er alveg svona ólíka tegundur af pappír. Mest augljóst þegar það kemur svona blár pappír inn í. Og hann er svona greinilega eitthvað sem er svona til þrautavara og líklega þá lélegri. Það er alveg, maður sér það í auglýsingum frá 19. öld að það er talað einhvern veginn svona gæðapappír og síðri pappír. Og það er svona verið að, kannski á seinni hluta 19. aldar, verið að auglýsa við erum með gæðapappír og svo er eitthvað sem heitir kannski póstpappír og umbúðapappír og svona. En ég held að svona fólk hafi bara notað það sem að það komst yfir og hendi næst sko. Nákvæmlega hvernig þetta svona vann saman með bleikið er eitthvað sem ég þekki ekki. En og ég held að meiri hlutin af þessu hafi komið frá Danmörku. Og meira sér í gögnunum er stundum talað stundum er þetta flokkað í tvennt og sagt frá Danmörku og frá útlöndum. Þannig að Danmörku voru svona bara móðurskipið og það er alveg lungin af að þessi innflutning er þaðan. Það er ekki Þórðardóttir. Ég ætla að byrja skjalapappi, löggiltur skjalapappi. Hvernig ætla hann hafa komið til sögu? Það er góð spurning. En kannski Már vitið þetta. Já, maður getur alveg ímyndað sér að svona einhverjar kröfur, einhverjar væntingar gæði og endingu og þú veist, þá varsmerkið sé frá einhverjum ábyggilegum framleiðanda, það sé alveg svona. Og stimplaður það væntanlega. Fyrir Stimplaður. já, eða þryktur, já. Þetta er landhagsskýrslur held ég maður rétt. Það eru þarna, það skarast tvær heimildir þarna kringum 1870. Þannig að þess vegna er þetta svona tvískipt. Það er annars vegar, fór út úr þessu. Já, muni þetta er bara stólið með nákvæmlega. Já, en það er allavega mjög gagnlegt að sjá þetta svona broti líka niður á hafnir, sko. Af því að svona þegar maður horfa á bara einstaklinga og lítið minna samfélag, þá skiptir bara máli fjarlægðin, sko. Hvað er menn að fara langt að sækja fenginn. Ekki einu sinni tímabundið. Og hver átti? Nei. Ekki lítið. Og ég held að þessi tími stemma alveg við svona þessa tilfinningu sem ég hef, að þetta sé þarna 1890 til 1900, þá sé þetta svona að koma inn sem ubla. Það spyrir mig. Sem þetta pennana, það gömur, sko,
þegar ég verði að skrifa þá lærði ég að skrifa með pennastöng og það var talað um uglupenna, kannstu þið það? Nei. Þetta er ekkert ráma líka. Getur þetta mögulega verið sem sagt munstur á oddinu? Það er ég sé pínu fyrir mér sko. Ég var svona að velta fyrir mér þarna þar sem hann sogar blekið upp sko. Það geti verið eitthvað skona þannig munstur en hérna. Nei, það er svona dregur upp. Ég veit það ekki, ég hef bara Jónas fyrir þessu, en þetta sko vekur kannski líka á spurningunum sko, er hægt að, og það er væntanlega hægt að greina á milli sko heimatilbúna belegsins og aðkeypts. Og það væri þetta svona, ef fólk hefur áhuga á því að fara í svoleiðis analýsu sko. Alveg sem vatnsmerkin, þá er þetta bara mjög svona áhugaverð svona fótspor og fingraför einstakra skrifara og skjala, gagna. Já. Já. Nei. Og þar er náttúrulega fólk verið eins og þú þekkir að greina hvaða skepnu voru að slátra fyrir skinnhandritin og þannig að það er alls konar raunvísinda nálganir sem getur mjög gaglegar. Já. Hann er svo aðgengilegur, það er hérna. Já. Já, ef það er ekki fleiri spurningar þá þökkum við honum Davíð fyrir. Ég býð ykkur auðvitað öllum að fara upp á næsta hæð og virða fyrir ykkur sýninguna Heimsins Hnoss og við sjáumst aftur hér í fyrirlestraröð Þjóðminjasafnsins þann 17. janúar þegar Guðmundur Stefán Sigurðsson talar eitthvert efni varðandi járngerðarsýninguna en svo munu fleiri fyrirlesarar á vegum Heimsins Hnoss koma í kjölfar þess á vorun. Ég þakka fyrir og bara óska öllum gleðilegra jóla.